ert á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, heyrðu, nú ætlum við að tala um myndlist og við ætlum að tala um myndlist sem er hérna eiginlega bara í húsinu. Við tökum þessa þættu upp í Bolholti 6 og þar, já, út í glugga er gluggagalleríið Stétt og þar er núna stendur við sýning sem að Steinunn Gunnlaugsdóttir hefur sett upp, myndlistakona, sem er hér. Velkomin Steinunn. Takk. Og ég hringdi í Jón Proppe, listfræðing, og bað hann að koma hingað og kíkja á sýninguna og spjalla aðeins við mig og Steinunni sýninguna, en kannski líka aðeins gluggagallerí yfirleitt og flera. Jón, hvað, kíktur á þetta? Já, ég er búinn að kíkja á þetta og ég er mjög hrifinn af verkinu. Þetta er mjög skemmtilegt verk. Ég er búinn að þekkja Steinunni reyndar lengi og séð eftir hana og fjallað það og er mjög hrifinn af því sem hún gerir. Já. Og þetta er mjög erfitt verkefni sem hún tekur sér því að pólitísk list er mjög erfið. Það er mjög erfitt að búa til pólitíska list, við getum ræða það meira á eftir kannski. En verkið er í sjálfu sér einfalt og það er morgunblaðsklukka á veggnum, þar sem að í staðinn fyrir tölustafina eru stafinir í morgunblaðinu. Já, maður ekki þekkja þessa klukku. Jú, þetta var til víða. Nema að stafinir eru allir svona meira að minna hrundir niður í botnin og liggja þar svona, þetta er alltaf molnað í sundur. Og niður í gluggakistunni, segjum svo, þar er talsvert magn af hvítmáluðum kókflöskum, litlum kók, form sem allir þekkja. Og merki kannski bandaríska heimsókn þannig? Já, sjálfsög. Og það eru hvítmálaðar og á þeim stendur til skiptis orðin ný víter á þýsku sem sagt aldrei aftur, sem vísar í dramatíska, pólitíska viðburði á síðustu öld. Lærdóm seinni heimsstyrjaldarinnar og nasismans. Akkurat. Þetta megi aldrei gerast aftur. Þetta megi aldrei gerast aftur. Þetta er nú alltaf að gerast aftur. Þetta er alltaf að gerast aftur og tengingi með Morgunblaðið er engin tilviljun ef að einhver hefur fylgst með þar pislum og leðurum síðust ári. Þannig að þessar flöskur standa þarna til áminningar og svo er ein þeirra, hún er í kjaftinum á lítilli sprengjuvörpu sem að beinir henni svona til út í loftið. Aftur nettenging við stríðsrekstur og slíkt. Það má lesa þetta náttúrulega ótal skemmtilega vegu og svona verk eru til þess gerð að fólk getur leikið sér með túlkunin á því. Verkið er ekki full túlkað frá listamannins hendi, það er áhorfandinn sem að þarf að taka við því og við getum til dæmis séð fyrir okkur að litið á kók sem eins konar skotfæri í heimsvaldastefnu Bandaríkjamanna að dæla kókflöskum út allan heim og hafa þannig áhrif á gangmála. Sem það er þekkt að oft er það unga kynslun í ykkur löndum sem að vilja vestrið og rökin eru gallabuxur og kók. Eða kannski ekki svo einfalt en það er svona að það sniðmengi sem að fólk sækist eftir táknum frelsi. Það er ekki, maður er ekki aldrei frjálsar heldur þegar maður opnar kók og drekkur það. Hvað segir þú það, Steinunn? Það er þegar það er í auglýsingunum. Frelsið It's real life held ég að einhvern veginn verið notað sko. Akkurat. Og svo er náttúrulega þekkt slagur Always Coca-Cola. Já. Alltaf. Einu sinni þegar ég var ungur þá reyndu þeir að segja þessi sem svona fríðardrykk. Akkurat, já, þessi auglýsing og svona kór sem söng eitthvað svona I like to buy the world of Coke. I like to buy the world of Coke. Harmoni og eitthvað. Já. og svona fólk af öllum litarháttum og eina sem að saminar eina sem að getur samina fólk í friði er kók. Ég átti þegar ég bjó í Ameríku var í námi þá átti ég 45 snúningaplötuna með þessu lagi sem ég tikkaði upp á Fortune einhvers staðar og ég er búinn að týna henni fyrir yður. Hvernig sér þú kókið? Já, Ertu mikið fyrir kók? Ertu mikið fyrir kók? Já, mér finnst það mjög áhugavert tákn. Já.
og mjög svona flókið að nota það í myndlist út af því að Það svo er svo rosalega, stórt. já, svo hlaðið. Það næst eins og nota Jesú eða eitthvað. Já, það er svona, mér ást allavega svona vandasamt að nota út af því að það er svo auðvelt að það verði svona einhvern veginn klísjulegt eða, já, en já, bara mér fannst að það átti algjörlega bara small þarna einhvern veginn fyrir mér sko. Og það er Ameríka. Kókið. Já, það er svona heimsvaldastefna, þetta er svolítið svona heimsvaldastefnan, vestræn heimsvaldastefna, svona soðið niður og sett á flöskur sko. Já, einmitt. Og svo er mokkinn þarna. Já, svo er mokkinn. Já, mokkinn, einmitt. Já, Blessaður á mokkinn. ég að tala um mokkan? Já, hann er líka Já. þrungið tá. Já, mjög þrungið tá, já, algjörlega og þú veist, og er náttúrulega búin að, þú veist, vera við lýði í 11 ár hérna. 110 ár, já. Það var ekki, Já. bara 13. frekar en 14. Já, alls í 13, já. Þannig að þú veist, það er rauninni hluta af þessari svo kvöldið sjálfstæðisbaráttu og síðan rauninni eldri en fullveldið. Og og er bara búin að vera svona, svona málgagn sem byggir upp sjálfsmynd og heimsmynd þessar þjóðar. En mér finnst það líka bara, mokkinn bara er líka bara tákn fyrir, þú veist, vestræna fjölmiðla, svona samskonar vestræna fjölmiðla, þetta geti verið eitthvað annað dagblað úr öðru landi líka, sko. Og þessum borgarlegu blöðum sem eru að reyna að smíða ykkur heim sem við að lifa innan. Já. Hvað lærið þú að lesa á mokkan? Ég lærið að lesa á mokkan, sko. Já. Sko, En það var annar mokki heldur en þú hefur lært að lesa á, því að þá var það ekki orðið blaða allra landsmanna, þá var það málgagn hægrisins og borgarstjættarinnar. Þannig var það minni æskuminningur. Sko. Já, það er svolítið fyndið með þessa klukku, sko, því að það er til svona klukka heima hjá mér. Já. Og hún er inn í eldhúsi sem svona, sko, minjagripur. Og hún er nefnilega úr, sko, þetta sérstaka eintak er nefnilega úr, sko, kaffistofunni á fangavarða kaffistofunni á fangelsinu á Skólavörðstíg. Nú, já. Og fengi þaðan eftir að það lokaði fangelsið. Og þetta var svona minjagripur svona minna mann á sko helvítið. Og já, og ég horf alltaf á þessu klukku hverjum einasta degi. Og já, og svo bara þegar svona þessi ótími einhvern veginn byrjaði, þetta Ísrael, Palestína og allt það sko, þá einhvern veginn já, var þessi klukka einhvern veginn dálítið svona já, sá ég hann einhvern veginn meira og meira á einhvern annan hátt sko. Þannig að já, hún fór svona einhvern veginn að hrynja einhvern veginn og þannig verður þetta til þessi hrunda klukka hana. Ég fer stundum inn á tímarit.is og les mokkan gamlan. Og núna tekstu við Gaza, að þá fyrir ég að lesa hvernig þið var skrifað um Víetnamstríðið. Og mér finnst þessi mokkinn þá og mokkinn núna vera eins, því að mokkinn er náttúrulega mjög ákveðin í umfjöllunum Gaza. Það er alltaf Palestínu Arabar og við kannastu þetta. Hvaða hugtakun notuð. En svo þess vegna var ég að spyrja áðan hvenær þú hefði lært að lesa mokkana, því að það er tímabil sem að þessi mokkin tekur eða reynir að taka einhverju annað hlutverk í samfélaginu, að vera eiginlega blaðallra landsmanna, að hann sé sko óumræðanlegur veruleiki allra. Já. Sem að er ekki í dag, eða? Nei, sko, þetta er náttúrulega, þú veist að tala um tíman þegar að Matthías Jóhannesson réði þarna mestu. Já, þetta er kannski svona frá 80 til 2000, svoleiðis. Og þetta tengist líka bara efnaðslegri stöðu. Aðeins fyrir 80, myndi ég segja. Það er svona blaðallra landsmanna, leiðari Matthíasar mál og menningu, að Halldór Guðmundsson og félagi var að gera ágæðs hlut í mál og menningu. Ég held að það sé ekki fyrir svona 82, 3, 4. Nei, það er ekki fyrir þá. Þetta komið þeir ekki inn fyrir upp úr þeim tíma. Já, þannig ég held að það hefur verið, sko, mér finnst það vera merkilegt svona skref, þar sem að þeir eiginlega taka að sér að vera íslensk menning líka. Já, var ekki líka gegnum lesbókina og ég þekki þess að svo ekki nógu vel, sko, en lesbókin mann eftir að voða mikið svona eitthvað atriði hjá fólki sem hafa áhuga á listum og fleira, sko. Og það komið raunin ekkert í staðinn fyrir hann náttúrulega. Nei. Ég skrifaði talsvert í mokkan, ég var bæði kritiker og
og skrifaði mikið í lesbókinni og svona bæði í kringum einhverja sýningar sem ég var að vinna á og ýmislegt annað. Þó ekki Mogga barn eins og að því að Matti sagði það blaðamenn sem hefðu verið hjá Mogganum að farið annað, að þeir varu Mogga börn. Nei, ég var aldrei fastraðin, sko, ég var bara svona utan á hangandi. En ég spjallaði stundum við Mattías og Styrmi og Mattías lagði svo gríðarlega ríka áherslu á þetta að allir ættu að geta fundið samsamað sig við eitthvað í blaðinu. Þannig að þetta ætti að vera, já, það ættu allir Íslendingar geta svona eitthvað, já, einhvern nátt svona fundið eitthvað fyrir sig í blaðinu og það var meðal annars skylda hjá okkur í myndlistargagnrýni að skrifa allar sýningar. Bara, þú veist, allt. Wow. Ég flög út á land og svona, sko, til þess að skrifa einhverjar sýningar á Dalvík og Seyðisfirði og svona. Og gaman. Og þetta var svona þessi stefna, sko, og þá var líka stefna, eins og Styrmir sagði mér nú einu sinni, ég get nú sagt bara þessu núna því hann farinn kannski, en hérna, þá var nú bara svona tveggja manna tala að þeir pössuðu sig á því að skila alltaf svona hóflegum hagnaði, hann og Mattías. Það var alltaf svona 40-60 milljónir eitthvað svona sem kom í hagnað, sko. Og þannig að það var ekki hægt að kritisera þeirra útgáfu stefnu að blaðið væri að tapa, sko. En eigendurnir sem voru náttúrulega bara enga fjölskylda vildu fá meiri hagnað til þess að það væri hægt að sitta á markað og græða pening. Svo náttúrulega eru Styrmir og Mattías farnir af vettvangi og í staðinn koma aðrir og blaðið markaðsvætt, það er að segja að það fyrir að ganga kaupum og sölum og svona. Og frá því að það gerist, og ég var nú að lesa þetta bara í heimildir í gær, og þá hefur blaðið tapað 3 milljörðum. 3 milljörðum á 3 áratugum eða svo. Nei, minnu. Já, minnu. Það er bara hrunið? Það er bara hrunið og mér datt það sérstaklega í hug þegar ég sá klukkuna þína að þetta endurspeglar í rauninni hvernig með græðgisvæðingu Moggans að þá hefur sko ekki bara sem menningarmiðill eða sem marktæk blaðamennska heldur líka sem fyrirtæki, sem kapitalist fyrirtæki, þá hefur það líka hrunið á þessum tíma. Og þetta liggur allt þarna niður á botninu svona í rugli, sko. En Moggaklukkan þarna af því að Mogginn samsekur þessum árásum amerísku heilsuvartastefnunnar með hvítu Coca-Cola-flöskunum í skotvarpinni. Ég myndi kannski ekki vilja sjóða þannig niður, sko, en já, bara... Moggaklukkan þarna í þessu samhengi? Já, hún þarna af tilgangi. Og það var skemmtilegt, sko, þegar ég var að gera þessa klukku, en þá læti ég einhverja stafir niður og þá, veit ekki hvort ég sjáu þetta á skjánum, sko, þá eru þessi stafir hrundin niður. Gunbla. Já, þá mynda... Og eftir stendur morðið. Og það er einhvern veginn allt í einu bara því að búin að gera klukkuna og ég var að horfa á hana, það allt í einu bara birtist það mér sem ég var ekki búin að taka eftir áður. Svona innri sannleikur, svipað í talnarspeki, allt í einu kemur í ljós, byrja hvað morgunblaðið stendur. Og ég fekk eiginlega svona, ég fekk svona hroll. Bara, já, þetta er svona eins og þegar einhvern veginn eitthvað talar í gegnum mann, sko. Já. Og ég get aldrei séð þetta eftir þetta, þú veist, ég get aldrei séð þetta öðruvísi. Og líka Gunbla sem ég fannst alltaf skemmtilegt orð sem er einhvern veginn bara byssur og blaður eða byssur og orð. Byssublaður. Vopnatal í rauninni, einhvers konar. Já, ég var ekki búin að lesa það út. En Mogginn hefur verið einstaklega herskár í Palestínu málum. Já, þetta er náttúrulega ekki nýtt. Það er talandi tímarit.is að einu tölubæði, ekki hvaða ár það er, 4. áratugnum að það verið á einn og sömu opnunni. Annars vegar verið að lofa Mussolini upp í stert sem voru að vaskasta son sinna þjóðar og ég veit ekki hvað. Og hinn í opnunni er að verið að fordæma vinstrimennin á Siglufirði sem rifu niður nastafánan hjá konsúlunum og klippti hann í sundur og tróðan í Durlból. Og þeir eru fordæmdir sem ofbeldismenn. Og þetta er á sömu opnunni í Morgunblaðinu, sko. Þannig að, þú veist, hvernig, já. Það er þannig að Morgunblaðið hefur alltaf verið vitleysu megin sögunar eins og stundum við sagt. Já. Hins vegar hefur þeim komist upp með að fela það.
almennt held ég að þú myndir bara labba að það hefði fólk svona tilfinningu þegar moggin hefði alltaf verið svona mainstream og fyllt svona, meir og minna þeirri leið sem við erum á. En ef maður skoðar svona einstök mál eins og Víetnamstríðið og fleira, þá Morgunblaðið alltaf vitlausu megin. Það hefur bara aðra sögurskoðun og aðra sögursýn held ég. Ég held að það telli sér ekki endilega að vera vitlausu megin, sko. Ég held að bara hafi aðra... Það erindi Bandaríkjamanna í Víetnam hafi verið göfugt. Já. Það trúið ég ennþá í það. Ég held það, sko. Eða, þú veist, já. Þú veist, það minnst kostu ekki einhvern veginn ekki opinberlega einhvern veginn breyttum, þú veist, talsmáta eða stefnu eða pólitík. Og apartheidstjórnin í Suður-Afríku hafi verið góð og tryggt reglu í landinu á meðan að Mandela og félagar væru að grafa undan röðu reglu. Þetta tónninur á mókanum. Já. Og þarna náttúrulega eldir moggin fyrst og fremst bara Bandaríkin og yfirvöld þar í nánast öllu þessu. Þannig að það ekkert skrítið og blaðamenn moggans voru stjórar voru í ansi nánu sambandi við Bandaríkjamenn og eins og Styrmir reyndar viðurkenndi seinna að hafa í rauninni verið að dæla upplýsingum til bandarískra leyniþjónustu eða eitthvað slíkt, sko. Og fengi línuna þaðan, það bara vikulegi fundir þar sem það var mætti í bandaríska sendiráðu og þau náttúrulega var að tala við leyniþjónustumenn. Já. Þau voru ekki að tala við diplómata. Nei. Nei, alveg, það sem var að leggja línuna hvernig mætti grafa undan sósíalism og vinstrimennsku í Íslandi. Svipað var gert í öllum öðrum löndum á þessum árum. Já. Þetta bara komið fram. Já, og við þekktum náttúrulega báðir mann sem var í fullri vinnu við að advokera fyrir NATO og Bandaríkjunum. Og ég lenti oft í gamla daga þegar ég var í herstöðarstæðing og bara unglingur að debattera við hann í framhaldsskólum og svona. Ég var búinn að ná honum svo vel, sko, að ég gat hleypt honum upp þangað til að hann var orðinn blár og rauður í framan, sko, að skipta litum og fróðufella og svona. Og þá kom ég rólegur og sagði, en krakkar, eigum ekki frekar að setja okkar litla vog á vogarskálar, litla lóð á vogarskálar friðar og samvinnu í heiminum. Já. Herðu Jón, þú sagðir að pólitísk list var erfið, akkur? Já, pólitísk list svolítið erfið því að sko, í pólitík það kannski svona oft það sem brennur á okkur sem að við viljum segja Ísland og NATO herin burt eða stoppið þjóðarmorðið í Gaza eða eitthvað svona. En myndlist, hún þarf að geta svona haft eitthvað meira að segja okkur. Hvernig sem það virkar. Við þurfum að geta komið að henni aftur og séð eitthvað nýtt, fundið nýja túlkun, fundið eitthvað nýtt í okkur sjálfum sem að listin endurspeglar eða svona kallast á við. Og ef við erum bara með myndlist sem í rauninni ígildi slagorðs og ekkert annað, þá segir hún okkur aldrei neitt nýtt, hún segir bara alltaf það sama, sko. Og slagorð eru fín og þau eiga rétt á sér í réttu samhengi, en þau geta ekki orðið undirstaðan að einhverju varanlegri myndlist, frekar en þau geta verið undirstaðan að varanlegu bókmyndaverki eða kvikmynd. Hættan svo að predikarinn yfirgnæfi myndlistamannin í verkunum? Já, að verkið í rauninni gefi ekkert meira heldur en slagorðið og þá ertu annarkvort sammála slagorðinu eða ekki og svo sérðu verkið aftur næsta ár og það er bara nákvæmlega eins. Það engin ný upplifun, það engin að læra neitt, það engin að hugsa neitt. Það engin en góð pólitísk list, hún getur verið og sko að sjá hvernig þú notar kókflöskuna steinum að eitt svona mest sláandi pólitíska verk á Íslandi birtist á forsíðu Helgarblaðs Þjóðviljans einhver tíma 70 og eitthvað. Það var teikning eftir hann Gylfa Gísla þar sem hann var með svona þingvallamynd, svona kjarvalsmótíf á þingvöllum og í baksýn risu turnarnir í Straumsvík, í álverinu í Straumsvík. Forgrunnur var eiginlega fjallamjólk eftir... Forgrunnur var fjallamjólk, já. Ég man þetta bara þegar þú segir þetta, sko. Þannig ég hef ekki séð þetta í 50 ár, þannig eitthvað hefur þetta haft áhrif. Þetta hefur áhrif og þetta heldur áfram að virka, sko. Bara þessi kontrast á augljósu tákni fyrir kapitalisman, alþjóða auðringavæðingu og eftir á að hyggja
þetta nefnilega verkið þróast, þó að Gylfi sitt á að núna getum við líka séð þetta sem tákn náttúrueyðinguna og allt það sem auðvitað var líka í bakgrunni þarna. Viðskipti að við fórnum náttúrugæðum fyrir iðnvæðinguna. Já, og heilsu og öllu sem fallegt er og svona. Þannig að svoleiðis verk geta haldið áfram að gefa okkur, sko. Já, þetta er mjög sterkt verk. Mjög sterkt verk, sko. Sammála. Og það finnst mér líka, þannig sko kókplaskan að virka líka í þínu verki og morgunblásalokk og öður, sko. En verkið sjálf býður upp á alls konar túlkanir og þú veist, menn geta örugglega eftir sinni reynslu og stjórnmálaskoðunum túlkaða á einhvern gjörólíkan hátt. En það þurfi ekki endilega að vera einhverjir vinstri menn sem að fíla þetta verk, sko. Það getur vel verið að einhverjir og nú Valhöll sem er búin að sjá þetta. Valhöll er rétt aðeins ofar í göttinu og ég sé það að þeir hanga svolítið fyrir utan gluggan og eru að horfa. Er það ekki? Já. Ég segi svo. Þeir kom ekki í labbandi. Þeir kom ekki í labbandi. Þetta er svona drive-thru gallerí, sko. Það er til dæmis tungumálaskóli á Efri hæðum og kemur fólk alls staðar að úr heiminum og það stoppar og skoðar þetta og ég held að það geti alveg reyðsett og þetta kannski skilji ekki klukkuna. Skilur ekki klukkuna en það geta allir lesið þetta, sko. Er þetta þannig að þú þarft að gera listakonan og predikarinn á rökstólum þegar þú ert að búa til verk? Er eitthvað í þér sem að vill ryðjast fram og segja þetta bara reynd út? Nei. Mér finnst einhvern veginn ég skil ofta ekkert alveg verkin þegar þau koma til mín, sko. Ég þarf síðan að reyna einhvern veginn að lesa úr þeim sjálf og bara athuga hvort að mér finnst þau einhvern nátt make a sense, þú veist, bara fyrir mér. Og þetta verk var mjög mikið þannig, það kom bara einhvern veginn svona eitt af öðru sem raðaðist einhvern veginn saman og svo þurfti ég bara að melta það, sko, hvort að, hvernig ég sæði það og þannig að það er meira þannig, sko. Ekkert ólíkt við það hvernig þú vinnur verk heldur bara hver annar, það er bara að þau eru pólitísk og það vill svo til að þú ert pólitísk. Það er þú ert að vinna bara eins og myndlistarkona eins og hver annar myndi gera það. En það er bara niðurstaðan verið pólitísk af því að þú ert pólitísk. Þannig að það er ekki að svo pólitísk list sé ekki endilega, sko, kategóría eða genr heldur. Já, hún getur verið það af þessu leyti, sko. Hún getur verið það. Það er svona, en þetta er oft svona samt svona kannski eitthvað sem er talað pinkurna niðrandi til, sko. Hefur verið undan þann áratugi. Já, eða svona einmitt að sé þá í svona anda sem að Jón var að tala sem er svona slagorða eða predikunar eða einhvern veginn að taka einhvern svona málstað og einhvern veginn vera svona myndlist að gera málstaðin einhvern veginn. Og en já, mér finnst það einhvern veginn, mér fannst líka samt bara þessi tími einhvern veginn, þetta var flókin tími, sko, ég vil kalla hann bara ótíma, þú veist, en ég menna það er alltaf ótími. Það er ekki hægt annað en að vera pólitískur á þessu tíma? Já, ekkert endilega, þú veist, það er hellinga fólki sem að, þú veist, er það náttúrulega ekki. En er það ekki sterk pólitísk afstaða að vera ópólitískur á tímum sem raunverulega kallar á afstöðu okkar? Er það ekki pólitík? Auðvitað er það líka pólitískt að sitja hjá, sko. Það er athöfn að gera ekkert. En svo sé verið að selja sátt við óbreytt ástand. Já, að vissu leyti. Það að sitja og gera ekki neitt gerir það ekki stikkfríð frá því sem er að gerast. Og þannig að það sjálfum sér en. Já, mér finnst það svolítið skrítið, sko. Nú var ég fréttum núna í vikunni bara daginn að það eru svo margir sem eru bara farnir að, sko, segja sig alveg frá fréttum, bara hættir að fylgjast með, því fréttirnar séu alltaf svo vondar og niðurdrepandi, bara hætt að fylgjast með og fara bara að lifa í einhverjum svona fallegum sínum eigin heimi, ég veit það ekki. Kveikja sér í Jónu og fara upp í sveit og hvernig var það í Íspennablúsnum hjá Bubba? Ég ætla mig kíló af þessu út í náttúrun og fýla grasið þar sem það græðir. Já, þetta er alltaf verið valkostur að taka þátt í baráttunni eða að gera þetta. Já. Já, en svo er líka bara ástandið eins og, þú veist, ef það er svona einhver svona hræðilegir, svona sérstaklega hræðilegir atburðir í gangi þá stundina, ég meina, það getur líka bara verið mjög lamandi fyrir fólk og, þú veist, ég get alveg skilið einhverja sem að vilja bara, þú veist, fara og reykja einhverja Jónu upp í sveit, sko.
Já, það þú veist, og þetta svo stórt og sérstaklega kannski núna, sko, í gamla daga þegar við höfum bara Moggann og Þjóðviljan og Alþýðublaðið og Tímann, að þá svona, ég sé þetta svo vel þegar ég að lesa einmitt tímarit.is, svona gömul blöð eins og þú ert að segja, sko, að upplýsingarnar hinn ytri heim okkar eru svo takmarkaðar að það eiginlega bara skeri, sko, hvernig fekk maður yfirleitt upplýsingar nokkuð skapaðan hlut, sko, og það að grafa þetta upp bara svona með berum höndum einhvers staðar í tímareitum og ég veit ekki hvað. Þannig að sömuleyti það ekki ólíkt því sem í dag, því að ég, sko, ef þú ætlar að vita hvað að gerast á Gaza, þá eiginlega duga engir meginstraumsmiðlar á Íslandi til þess. Aðrir sem eru kannski, gætu verið með þessar fréttir, þau hafa bara ekki bolmagn til að standa í því og fólk bara meira og minna að leita upplýsingum út í heimi bara. Já, bara Instagram og bara í svona eiginlega persónulegum vitnisburði, sko. Já, vel, og það hægt núna, það var ekki hægt fyrir 50 árum, sko. Og þannig að núna þetta orðið svolítið svona yfirþyrmandi. Hvernig á ég að setja mig inn í þetta, hvernig á ég að taka afstöðu til svona flókinna mála eins og Palestínu og eða Rússlands eða guð má vita hvað. Það bara svo yfirþyrmandi verkefni að fólk treystir sig ekki í það. Samt held ég að sko þessir atburðir í Gaza séu einhver leyti líkir Víetnamstríðinu að fjöldi fólks á Vesturlöndum upplifir það að þó svo það sé langt í burtu og alls konar óskiljanlegt sem að þetta býr á bakvið, þá þetta bara alls konar atburðir að það kemur öllum við sem að búa þessari jarðkringlu og ég ber að taka afstöðu til þess. Ég verði að gera eitthvað. Þetta ekki langt í burtu. Það ekki nema 7-8 tíma að fljúa til Palestínu eða Ísrael og fara svo trítla svo yfir til Palestínu. Já, en þetta náttúrulega eins og sko, Víetnamstríðið var líka í beinni, sko, á sjónvarpsskjáum Bandaríkjunum og jafnvel víðar og svo náttúrulega kemur það hitt þegar að Bandaríkja menn fara að sjá líkisturnar koma heim bara í konvói, sko, að þá hefur það áhrif á almenningsvaldið. En þetta, sko, það flókið og það mikil vinna að setja sig inn í til dæmis eins og þessa sögu með Palestínu og Ísrael og maður þarf að kafa alveg aftur á 19. öldina til þess að skilja atburðarásina. En þú getur líka skilið hana bara með einföldustum hætti. Svo getur akkurat skilið hana bara með hjartanu og þú sér bara þarna, einn af hverjum 10 fréttamönnum sem hafa starfað á Gaza frá þetta stríð hófst í nóvember hafa verið myrtir. Einn af hverjum 10. Ekki fleiri? Nei, einn af hverjum 10. Það alveg mikið. Ég held að það sé eitthvað 200 í heldina eða eitthvað. Og þetta auðskilið, sko. Og að þegar við sjáum það að það verið að fara með skriðdreka inn í fjölbílsvæði og fullt af fólki og inn í flóttamannabúður og sprengja spítala og svona, það of mikið, það gengur ekki. Og það kannski það sem var líka skilað sér í Víetnamstríðinu, það var My Lai fjöldamorðin til dæmis og svoleiðis, sko. Og það sem fólki bara gjörsamlega ofbauð það sem það sá. Napalmsprengjur það sem hafa verið að brenna bændur og búalið lifandi. Það var óskiljanleg grimmd. En þá komum við kannski aftur aðeins inn á klukkuna. Það er svona þegar þessi svona ótími kemur, svona virkilega svona krítísku tími, að þá hrynja oft einhverju svona fasettur. Og heimsmynd einhvers fólk sem að kannski hefur bara ekkert verið að, þú veist, setja spurningamerki við þá heimsmynd sem að það hefur ekkert neginn lært og búið við. Allt í einu hrynur hún. Og ég var að kenna upp í Listaháskóla núna í janúar og febrúar og það voru mjög margir nemendur þar sem voru bara á þeim stað að heimsmynd þeirra var hrunin út af þessu sem var í gangi og þau voru bara svona að
leita að bara, þú veist, hvað jörð, þú veist, hvernig get ég byggt upp heimsmynd mína í samhengi við það sem ég búin að vera að sjá og upplifa. Þegar stjórnvöld missa lögmæti sitt þetta stundum sagt. Það sem hefur verið allt í einu afhjúpast að þetta bara einhvern feik eða grimmd eða það sem var haldið að okkur bara stendst ekki og eftir stendur Morgunblaðið það stendur bara morðið blasir við öllum. Já, alltaf blasir það bara við. Já, þetta nefnilega svolítið merkilegt hvernig svona gerist að eins og sko allt í einu klárast bara kaldastríðið, hvert fór það sko og þetta búið að vera grundvöllurinn að heimsmynd okkar áratugum saman og svo bara allt í einu búið og það fór ekkert sko, við verðum að búa það til aftur. Við verðum að búa það til aftur. Við gátum ekki lifað í heimi án kalds stríðs. Nei, af því að þarna hrundi tjaldið sko og eitthvað svipað gerist í hruninu hér að veistlan sem að Bjarni var að reyna að benda okkur á að allt í einu kemur í ljós að þú veist, þetta var bara feik, bara tjöld. En síðan náttúrulega náðu ráðandi öfl sér aftur. Ráðandi öfl ná sér alltaf aftur ef þau hafa tök á atvinnutækjunum og peningakerfinu í heiminum þá náðu þessu alltaf. Þau eru rosa dugleg. Valdið liggur þar. Dugleg. Já, þau eru rosa dugleg til dæmis bara sem að kannski vinstrið og svona því svona róttæku öfl bara ekki eins kraftmikið í að bara framleiða. Þú veist, ég veit ekki hversu mikið hægrimönnum búin að skrifa bækur hrunið. Það sem að þeir eru sko útskýra hrunið og hvað gerðist og af hverju og þú veist og hvernig þetta allt saman fór og eitthvað og það er alveg bara stórmerkilegt að lesa þetta og hafa verið á staðnum og lifa þessa tíma og þú veist. Já, meðal annars þeirri mér sem að hans bók hét Umsátrið og þá reyndi hann að setja þetta í þann búning að það væri eiginlega svona þjóðernisbarátta að allir hefðu svikið okkur og við varum hérna ein og þurftum að standa saman stétt með stétt gegn eiginlega árásum ytri afla og margir hægrimenn hafa tekið þetta upp og reynda að túlka að það hafi gerst. Jú. Við höfum verið felld, við fjallum ekki innan frá út af veginn heimsku eða græðgi eða að gefa auðvaldinu öll þessi völd, við fjallum ekki út af því, heldur voru við felld af ítlum útlendingum. Já, það er gömulsagunni. Þetta var nú bara í sjónvarpinu, bara þessi innan við ár sem var svona heimildaþáttur sem var eiginlega með þennan bráð. Já. Það er ennþá í gangi, bara áttanum söguna. Já, hún mun halda, það mun sko örugglega vera gefnar 100 bækur viðbútt hrunið af hægrimönnum. Blessa hrunið. Herðu, en pólitísk list. Hérna, nýfrjálshyggjutíminn, hann náttúrulega snýrist að sömuleitu það að við ættum ekki að vera stundapólitík. Og að sömuleyti var svona verið að ýta pólitíkin út úr listinni og þetta svona á sem marga birtingamyndir og líka gera pólitíkina einhvern veginn skítuga sko. Og það eru kannski bara 60-70 ár síðan allir vissu að viðurstjóri var kommunisti. En það myndi aldrei ganga upp í dag. Ég meina, Jón Múli fengi ekki vinnu á RÚV í dag en með fólk svona sætti sig við það. Þannig að pólitík var svona eðlilegri hlutur en í frjálshyggjunni þá þessi hugmyndum að pólitíkin hafi raunverulega enga tilgang vegna þess að framtíðin, bjarta framtíð muni verða til með einhverjum uppkvötum, einhverja frumkvöðla og atorkusemi, einhverja auðvaldsstrengja sem að muni færa okkur sko miklu betri framtíð heldur en stjórnmálafólki með nokkuð tíman geta fundið upp. Þess vegna þá stjórnmálastarf er eiginlega tilgangslaust. Ég upplif það að sko, þetta sé megin báskapur nýfrjálshyggjutímanna að pólitík er ekki verkefni okkar. Skömmu áður en núverandi dómsmálaráðherra tók við starfi að þá sagði hún í viðtali hjósa eftir þessu, hún sagði verðmætin verða til í atvinnulífinu, það segir sér sjálft og að ríkið og allt það er bara yfirbygging sem að étur bara upp peninga sem að atvinnulífið afvegaleiðir og afvegaleiðir, já. Og það er hlutverk hennar sem stjórnmálamanns að leiðrétta þetta í rauninni frelsa atvinnuvegina við sína verðmæta sköpum öllum til framdráttar. Græði allir á því, segir hún. Þetta er svolítið þetta viðbragð, sko, að pólitík og öll svona afskipti, eftirlitsiðnaðurinn sem að, eins og það heitir alltaf hjá hægrimönnum, það er ekki eftirlitsstofnanir, það er eftirlitsiðnaðurinn, niðrandi orð.
eftir iðnaðurinn til þess að halda utan það sé ekki verið að eitra fyrir okkur í matvælunum og eyðileggja landið. Ekki verið að okra úr hófi á okkur og þar já. Þannig að og þessir atvinnuvegir gætu náttúrulega aldrei fungerað án þess að þessi yfirbygging væri til staðar. Ég hef bara aldrei heyrt hægri mann sem á móti lögreglunni eða hernum og ég meina það nú fyrst og fremst ríkisstofnanir. Það rétt. Það til þeir vera hlutverð. Það náttvarðaríkið, að þeir bara hafa her og lögur. Allt annað sé eiginlega vitleysa. Að einkaaðilarnir geta séð betur allt hitt, menntun og heilbrigði og fleira. Þess að ég var að tala með hérna svona hvernig pólitíkin, ef hún var ekkert inn í listinni, hún var náttúrulega inn í listinni. Já. Og að því að við nefndum leyniþjónustu Bandaríkjanna að kom ágætlega fram í bókinas Hauks Ingvarssonar sem að vera að skrifa hvað var það ekki, móttöku íslenska móttöku Williams Faulkner og hann að mér annars að fjalla það hvernig bandaríska leyniþjónustan stilti upp nýrri list módernismannum á móti social realismannum og gerði að social realismann af svona barnalegum og skammalegri listgrein sem að þó social realismin kannski í grunninn bara að draga inn alþýðu fólk inn á vettvang listarinnar og segja sögur þeirra til þess að það komi bara raunsarri mynd af heiminum. En það var stilt á móti þessu var módernismannum sem var þá meiri einstaklingsbundin list og einstaklingsbundin sýn og meira abstrakt. Abstraktið var til dæmis leiðilegt að segja það fyrir þá sem hafa dásta þeirri listastefnu. En að einhver leyti mátti hún þakka framgang sinn bara skipulegri starfsemi bandarísku leyniþjónustunnar sem að vildi gera abstraktmálarana af stórstjörnum. Já, ég held að það sé nú kannski ótúlkun en þeir hoppuðu á vagnin og nýttu sér. Já, þetta hefur komið fram að hluta af því sem að bandaríska leyniþjónustan sá að væri sniðugt að gera var að gera það á stórstjörnum, gera það á vellauðuga, þannig að kollega þeirra í Sovétríkjunum sögðu sem að voru bara að búa til einhverja list sem við fengu bara kennaralaun fyrir að búa til, sæðu að þannig að við getum orðið bara miklu ríkar eða við myndum fara vestur. Þetta voru menn í bandarísku leyniþjónustunni að velta fyrir sér. En þarna strax á eftirstríðsárunum þá hefur verið að reyna að ýta allri svona pólitískri og róttækni út úr listinni og gera hana einstaklismiðaða ekki félagslega. Og við sjáum þetta síðan meiri kannski sérstaklega á nýfrjálshyggjuárunum að það eins og svo uppgjör við þegar listin var pólitísk kannski á 7. og 8. áratugnum. Það er orðið svona gert svolítið hallarislegt, minnst að í Fóstbræðrum söngdúettinn Plató sem svona dæmi það sem við verið að tala um fólk sem eitthvað mikið niðri fyrir og gagnrýna samfélagið það svo hallarislegt En alltaf flokkspólitísk list getur verið mjög hallarisleg þú veist, og þú veist að tala um svona, þú veist, svona skítugu pólitík og eitthvað svona og þú veist mér finnst, þú veist, ég skil alveg fólk að hafa ekki áhuga á pólitík ef það tengir pólitík eingöngu við flokkapólitík því að þannig pólitík þú veist, hún rosalega, þú veist, gruggug og drullug og þú veist, alls konar eitthvað og hún ekki beint áhugaverð sem viðfangsefni fyrir myndlistamann eða þú veist, nema sem, kannski sem viðfangsefni en ekki að það sé það sem drífið þig eitthvað flokkpólitísk en social realismin, hann var ekki flokkspólitískur og dúettinn Plató Nei, ég veit það, það verið svolítið að gera grín að svona móta atomkraft sem eiginlega var þvert á móti voru svona hreyfingar mér finnst þeir vera að vísa í það svona sá stemmingu, svona friðarhreyfingarnar í kringu 1980 móta atomkraft og þá stemnu hún var alls ekki flokkpólitísk. Þetta hefur alltaf verið notað og allir feministar allir konur eru hallarislegar og illa klæddar og svo ljótar að það gangi ekki út og illa klæddar og kunni gælda og allt þetta. Og þú veist, eins og þú veist að segja, ég þekki nú ekki Fóstbræður nógu vel til að þekka þetta en ég man eftir í einhverjum áramótaskaupum þar sem maður verið að búa til svona hallarislegan hippa hljómsveit með gítar og svona sem maður syngjum eitthvað svona og allir voru hallarislegir þetta alveg bara þetta einföld leið til þess að gera lítið úr einhverju En þá komum við að spurningur ekki pólitísk list svolítið hallarislegar? Pólitísk list þarf ekki að vera hallarisleg en hún getur verið svolítið svona þetta í hug þegar vorum að ræðum að
að fara að spjalla Hans Hacke, þýski listamaðurinn. Þekki hann ekki. Hann var svolítið áberandi svona upp úr 80 kannski og það var hann í rauninni að sko verkin sem hann sýndi á sýningum voru bara svona skýringar plaggott auðhringa og tengsl auðhringa og lista og þetta var bara svona eins og það er mættur bara á námskeið í háskóla sko. Og náttúrulega ekkert svona neitt ekkert voðalega inspírandi neitt sko. En ásetningurinn góður sko. En svo sagði ég hann þegar hann var valinn á Biennalen í Feneyjum inn í þýska skálan sem var byggður svona á keisaratímanum og svolítið svona tákn þess. Gríðarlega stór salur og það var svona ofsalega gamalt marmaragólf og allt svona yfir þessu sko. Og hann færi þennan sal og hann setur eitt orð á vegginn, Germania, og fær svo menn með loftbora til þess að brjóta upp allt gólfið. Þannig að þetta var svona eins og bara einhver ólgusjór af hraun af marmara og ekkert hægt að ganga inn á það, maður gæti bara að segja þetta úr svona inn dyrnar. Þarna var komið áhrifaríkt pólitískt verk, loksins frá honum. Og þetta er verk sem ég man ekki eftir einasta af hinum verkunum, en ég gleymi þessu verki aldrei. En svo líka, stundum dansaði líka bara á línunni, og þetta getur verið erfið lína og mér stelda mér ég var að gera þetta verka og hlustaði á 2 lög stundum með Rammstein sem með svona einhver svona gjörningahljómsveit og stundum kannski pínu hallarisleg en það er kannski líka það sem er pínu sjarmerandi við hana, hún er einhvers staðar á einhverju svona skrítinni línu og það var eitt lag héti með Deutschland og það sem er mitt Germania, Gyðjan kemur fyrir sögu sko og hitt lagið heitir We All Live in America og það er ógeðslega fyndin myndbönd líka, það er fyndin lög og ég setti sko inn í sýningarskrána sem að það stendur nú bara Gunnbla endalist en svo laumaði ég inn einhverjum setningum meðal annars We All Live in America bara svona aðeins þess að kinga kolli til Rammstein þetta er bara svo ógeðslega fyndið lag og það kom bara inn á element sem er einhvern veginn í sýningunni og þess vegna var eitthvað svona skemmtilegt að vera að hlusta á þetta þegar ég var að föndra þessar flöskur og eitthvað að það er fólki eins og þú veist að tala áðan með kókið sko, hvað er einhvern veginn út allan heim, það er einhverju frumbyggja flokkar að drekka Coca-Cola og eitthvað svona, bara mjög banal en mjög fyndið á sama tíma og einhver staðar er það alveg svona svolítið beitt sko, stingur í eitthvað sár sko. En svo er líka félagslega list eiginlega er það ekki meira áberandi núna en hvað hefur segið verið 20 árum? Að þú nefndi til dæmis Feneyjar Biennale, ég man ekki hvernig ég fór að fyrir svona 4 ára kannski. Það var bara meir og minna eitthvað sem maður myndi segja að væri félagslegum rótum. Allt frá því að vera svona að frumbyggjar viðkomandi lands væru dregin fram sem er svona ein tegund af þessu og svo líka bara að vera að fjalla stéttir, valdaleysi, feminíska listin, flóttamenn og náttúru. Það kemur oft í svona einhverjum bylgjum bara líka. Við erum líklega í svona, en pólitíska list er rísandi. Ég held sé það að vissu leyti, en svo það er ákveðnar hættur í þessu sko. Og þú varst að draga fram þarna það sem gerist eftir stríð, seinni heimsstyrjöld, og það gerist líka eftir fyrri heimsstyrjöld að vissu leyti að listamenn og rithöfundar og sjálfum sér allir vaknaði upp við það að ideológían sem við höfðum og sýnin á framtíðina og fyrri heimsstyrjöldina þá láta það tæknivæðingu lestar og flugvélar og allt það. Helvítis framfaratrúin. Og það bara leiddi okkur út í þessar hörmungar. Þannig að nú verðum við bara að breyta algjörlega til. Nú er árið 0. Nú er bara árið 0. Allt við höfnum öllu hinu gamla og við byggjum bara upp heiminn upp á nýtt. Og það verður til þess til dæmis í myndlistinni að í rauninni abstraktið hefst.
þegar Malevich fer bara að byrja að sína okkur bara svartan kassa á hvítum fleti. Já, ok, þetta 0 punktur og svo bætir hann ykkur við smátt og smátt næstu ári. Og þetta gerist líka eftir seinni heimsstyrjöldina að Anna Eva Bergman til dæmis, norskur listamaður sem bjó í Frakklandi alla tíð og mjög merkilega hún skrifaði í dagbókina sína einhvern tíma eftir stríðið að þetta stríð, þessar hörmungar, það væru svo miklar að það yrði bara allt að breytast. Hún gæti ekki hugsað eina hugsun sem hún hefði hugsað áður. Það yrði allt að breytast og hún leitaði svona inn á við, sko, í svona frekar andlegar abstraktmyndir. Það var hennar svar. Tónlist náttúrulega líka? Já, í tónlist kemur þetta kemur í tónlist, þetta kemur í leikhúsi og út allt. Allir bara. En svo náttúrulega alltaf tónlistarmenninni flýja meðal annars í gallerín og mínimalistarnir því að þeir fengu ekki inn í raunverulega í tónleikasölunum og þannig að verður svona mikil sköpun og kraftur. En svo að tala abstrakt listamennina, hvernig þeir í rauninni eru svona svolítið co-optaðir af bæði CIA og í rauninni markaðnum. Þeir verða allt í að rosalega mikilvægri markaðsvöru bara að seljast fyrir svona óheyrilegar upphæðir og það náttúrulega ákveðin felur í sér svona ef ekki geldingu á listamanninum að þá að minnstakosti svona trivialiseringu á boðskapnum. Við sjáum þetta með kannski þekktasta pólitíska listamann samtíðarinnar, Banksy á Nefa, þekktasti óþekktasti pólitíski listamaðurinn allavega, að verkin sem að beist til eru rosalega sterk og flott og mörg hver, sko, og bara mjög sláandi og sterkur svona móralskur boðskapur í þeim. Einfaldur og notar laglínur sem almenningur þekkir. Já, og bara mjög sláandi. En hvað skilur sem að gera nýtt verk að þá eru fréttirnar allir hvað það myndi kosta. Og hvað hann sé eftirsóttur og hvað verkin hans kosti og þetta verk myndi fara á $30 milljónir eða eitthvað svona. Og maður sér varla orð um hvað verkið sé, hvaða fjalli. Þannig að þarna þó að Banksy sér sjálfur ekki að taka þátt í þessu, að þá enga síður þessi markaðshugsun í samfélaginu smátt og smátt að innlíma. Og þetta svolítið það sem við uppgötvuðum í vinstri hreyfingunni, kannski sérstaklega á 7. áratugnum voru margir sem fóru að skrifa þetta, að kapitalismin hefði þennan hæfileika að geta innlímað andof. Og við sjáum það til dæmis í andstöðinu við Víetnamstríði, hvernig hippatískan var bara tísku sem var milljónadæmi. Black Lives Matter var komið í auglýsingar bara á meðan að hábóldur var. Fyrir ekki, ég greip fram í. Nei, alls ekki. Já, þetta náttúrulega bara svona hvernig það er svo mikið hættum og gildrum fyrir andof og og andofslist eða pólitíska list, það er bara mjög mikið gildrum. Kannski fleiri á einhvern hátt, ég veit það ekki alveg, en mögulega fleiri heldur en fyrir list sem kannski meira abstrakt eða einhvern veginn með önnur viðfangsefni. En að við nefnum Banksy sem að margir þekkja, þá minnir hann mann á kannski bara það sem að listafólk gerði bara í kreppunni. Þetta eftir hug bara þjóðlaga söngvara Bandaríkjanna sem að fara og klæða sig eins og verkaliðurinn og taka lögin sem að Hjálpræðisherinn hafði kennt verkalínum og breyta textunum og syngja þau með banjónu sínu og nota alþýðu tónskáld fara eina leiðin til þess að kveikja í fólki að fara og vera með fólkinu og búa til list úr því sem er þeirra menningarheimur og yfirgefa hálistinu. Og sömuleiðis gerir Banksy þetta á, þó svo að örlögin eru síðan þess að þú ert að lýsa, að þá hefur hann verið ótrúlega klókur í því að búa sér til vettvang utan safnanna og neitar að taka þátt í það. Já. Af því hann lítur líklega svo á að sá sem að lappar inn í safnið, ég tala ekki safnið sem í eigu helsta auðkýfingslandsins, hvað sem í Rússlandi eða Frakklandi eða eitthvað þar, að það náttúrulega það ófrjáls list sem býr í þessu og þannig kannski stæðsti hluturinn á nútíma list í dag á ófrjálsu svæði
sem að menninir í kreppinu hefur kallað borgarauðstættarinnar, en við getum bara kallað auðvaldið, við getum kallað bara ólígarkana sem hafa tekið yfir samfélögin sem að eiga eiginlega sko stæðstu listasöfnin bara sem sinna eigin leikvöll. Já, sumstaðar, já, en það náttúrulega söfnin í Bandaríkjunum eru náttúrulega mikið undir halnum á auðvaldinu. Það getur ekki alveg að sama í Evrópu dæmis. Í Austur-Asíu þetta samt komið þar, ég man einhver af þessum ríku kollum í Fraklandi byggði hann lét Geri teikna húsið sitt fekk hann einn af skóunum þarna í vesturhluta Parísar maður kemur hann inn og sem eru að horfa á það og verki sem branda maður segir verki sem eru valin hingað inn eru verkin sem að raska yngu. Þannig að þú veist listamaður sem að boðið að sína hann á að segja nei. Já. Þetta er grafhýsi. Já. Listarinnar. Þetta er grafhýsi og þú veist það svo við sjáum þetta saps svo kallaða sem að Ragnar Kjartan var að sína í Moskvu að það var náttúrulega svo greinilega eitthvað svoleiðis í gangi þar sko. og bara einn maður sem að fjármagnaði það allt saman. Og af ránsfeng sínum. Úr af ránsfeng sínum. Og þetta er sífellt að verða meira og meira vandamála. Mér finnst til dæmis í Feneyjum að það er nú komin aldarfjórðungur rúglega síðan ég sá sýningu þar fyrst að galleríin eru farin að stjórna meiru og meiru og meiru. Og það er í rauninni nokkuð vonlaust að senda listamann til Feneyja nema hann hafi gríðarlegt fjármagn á bakvið sig persónulega. Já, mitt. Að framlag ríkisins, hvort sem það er á Íslandi eða í Þýskalandi, nemur ekki nema helmingum af kostanum. Þannig að þú verður að leita til einhverja sem eiga fjármagn. Það eru þá stundum það sterkir gallerístar sem að selja listamannin og sjá þetta sem náttúrulega gott markaðstæki. Og þá er listamann sem að framleiða list sem að hinir auðu vilja kaupa. Út af það ganga gallerín? Já, í mjög mörgum tilfellum, mjög mörgum tilfellum að sjálfsögðu, kannski ekki alveg öllum, og þetta er að verða, þannig að ég upplifa það þannig núna að Feneyjabíin sé að verða meira og meira bara eins og listmessa. Það sem galleríin teflaði fram því sem þau vilja gera og fá ríkisstyrk til að Já. Svo er samt líka bara þetta við Biennalen sem að þú veist, mér finnst allavega að vera flókið þetta að vera sko fulltrúi einhverja þjóðar. Það er það er mjög flókið sem myndlistamaður, eða fyrir suma myndlistamenn að vera fulltrúi einhverja þjóðar. Þú veist, og síðan getur maður spurt sig hvað velur þjóð eða þú veist, þeir sem velja fyrir þjóðina, þú veist, hvers konar myndlist velja þeir sem sinn svona fulltrúa. Þannig að þetta er mjög svona flókið samhengi. Það flókið að syngja fyrir þjóð sína í Eurovision. Já, það er það. Þetta er bara henni sama. Þú veist, viltu vera fulltrúi þjóðar? Já, og þá náttúrulega neitar þeir ákveðna þætti sem að þú myndir kannski vilja segja. Já, og allt sem að þú segir fær allt annað samhengi. Já, það gerir það. Þannig að þetta er eiginlega, það er ekki hægt að sleppa einhvern veginn. Já, þú veist, það er kannski hægt en það er svona, þetta er mjög svona tricky. Og mér rauninni fundið stundum svolítið áhugavert sko þegar fulltrúi einhverja skála í Feneyjatvingnum er sko bara frá einhverju allt öðru landi. Og það er stundum hannig. Og mér fundist það svona ágætis take á þetta, það þurfi ekki endilega alltaf að yfir höfuð fyrir sem þetta flókið konsept en við verðum alltaf fundist það eitthvað svona pínu forvitnilegri staða sko. Við reyndum þetta reyndar í Eurovision og þjóðin hafnaði að senda mann frá öðru landi. Akkurat. En þau var ekki hafnað í Feneyjum. Myndlistasenan á Íslandi nú eru þeir alltaf að vísa út til eitthvað sem er gert. Og kannski hvar myndlistin er sýnd og svona, náttúrulega langstæðstu sýningarýmin eru bara Listasafn Íslands og Listasafn Reykjavíkur og svo einhver gallerí. Við erum með svona tilraun að hafa hér eitt lítið gluggagallerí. Já. Af því að okkur fannst svona eins og að þessi eiginlega vant eitthvað svona utan við. Já, sko
saga myndlistar á Íslandi svolítið mikið öðruvísi heldur en hjá flestum öðrum svona vesturlandaþjóðum. Af því að hér verður í rauninni ekki til neitt sem heitir alvöru opinber umgjörð myndlist fyrir en mjög seint. Listvinafélagi byggði eitt hús þar sem voru sýningar í nokkuð skammar hér. Hnýtbörg voru byggð líka en það var náttúrulega bara myndlist eftir einn mann og hann sjálfur. Og listamenn voru að sýna stundum heima hjá sér. Ásgrímur Jónsson sýndi mikið heima hjá sér bara, hann bjó í Grjótaþorpinu og hann setti bara sýningu þar og tók á móti fólki. Sumir hafa gert eiginlega fram á okkar dag, sýnt bara fram á gangi. Já, og sýndi menn sýndu í búðargluggum og svona. Var ekki fyrsta galleri, var það ekki gluggagalleri? Það var í búðargluggum, menn fengu töluðu við einhvern verslunarreiganda sem þeir þekktu. Og frægasta sýning á Íslandi líklega sem að Jónas frá Hriflu héldu í búðarglugga gæfjunar, eða ekki? Jú, það voru 2 sýningar, Sem var sýning til háðungar þeirra sem að fengu verk þar sýnt. Já, að fyrirmynd sýningar sem að Nasita sett upp. En svo það 42 að þá bara byggja listamenn sín eigin skála, sýningaskála, niður í bæ á besta staði hliðin á Alþingishúsinu. Og þar voru sýningar alveg bara nokkuð fram. Sem að við ættum að vinna því að þið endurreistur, því að þetta á bílaplan Alþingishúsins og bara svæði sem ekki notað. Já, það verður sniðugt. Það ættum að vinna því að þetta er endurreist. Það verst að við getum ekki leitað til Árna Jónsson með þetta, hann svo góður í að klína svona ýmsu utan við opinbera byggingar. En það var. Sigurður Davíð myndi kannski vilja, hann er gaman að svona. Hún var í dróðandi til þessi. En svo Listasafn Íslands stofna, verður að einhvers konar virkri stofnun 1950 og þá fyrst ráðin einhver listfræðingur þangað og það upp í Þjóðminjasafni. Það kemst ekki í eigið húsnæði fyrir bara 86. Það var sýnt þar í Bóasalum. Svo var sýnt í Bóasalum og Kjarvalsstaðir 1973 held ég eitthvað svo leiðis, 4. Og þannig loksins komin einhverjar stofnanir í kringum þetta. Annars hefur þetta verið svolítið svona listamenn sjálfir. Zoom var náttúrulega þannig og upp úr Zoom kemur Míló og sama tíma verður til Gallerí Langbrók, mjög merkileg stofnun og svo seinna kemur Kling og Bank og inn á milli ótal gallerí. En svo þetta líka þetta sem við talum með gluggagalleríið og því og Gallerí Gangur sem eitt af elstu starfandi hugsanlega elsta starfandi gallerí á Íslandi. Já, svona listamannareiki allavega. Já, sem bara heima hjá ákveðnum listamanni. Og en í gamla daga voru til mikið fleiri svona gallerí. Gallerí Taska, man ég eftir, sem var búin til svona einsetning í töskuna og svona. Og Gallerí Barmerki var eitt. Það var bara svona barmerki sem var menn gátu búið til listaverk á. Og á þessum tíma líka upp úr kringum 70, 60, 70 og þá var til mjög merkilegt fyrirbæri sem var kallað mail art. Það sem að listamenn voru bara í rauninni að senda hvor öðrum post sem að voru einhvers konar listaverk, það gæti verið hvað sem það gæti verið absúrt ljóð eða teikning eða bara póstkort með einhverju króta á eða eitthvað. En þannig héldu listamenn sem höfðu ekki aðgangan einu stofnanulegu umhverfi, héldu kontakt. Og þetta var gríðarlega mikilvægt fyrir til dæmis Zoom-kynslóðina og í rauninni langt upp úr því, En var ekki líka var ekki ríkari svona útgáfuhefð? Það mist eins og að svona tímreit sem hafi verið, kannski eins og þetta sem múst að tala Dieter Roth áðan, þú veist, svona einhver svona, dálítið svona do it yourself, þú veist. Það var meira að svona neðanjarðar útgáfu, já, það er alveg rétt. Og það eitt sem sem held ég sé enginn okkar tíma. Og það því að við erum að tala kannski 1970 og svona, það sem að fólk var í raun og sann að reyna að búa til valkost á móti kultúrnum sem við lifum inn í, counterculture kallaði Bandaríkjamenn þetta, sem að er miklu veikar í dag. Það er eins og að miklu fleiri
teljið að vera eiginlega eina leiðina er að finna sér eitthvað stað eða sess inn í sko samfélaginu eins og það struktúrerað. Þessi vilji á því að búa til eitthvað sko neðanjarðar eða hliðarkúltúr eða eitthvað. Manni finnst þetta að vera bara miklu minna í dag heldur en allavega á Íslandi myndi ég að segja sko. Ég veit þannig ekki, þú er svona að tala Berlín áðan sko og maður þannig ekki að kafa djúpt undir yfirborðið þar til þess að finna sko svona alls konar neðanjarðar kúltúr sko. Hvar? Í Berlín. Já, í Berlín, til já, dæmis sko. Ég er að tala hérna Eða í Aþenu núna til dæmis, þú veist það sem þetta að gerast og Held alveg í stærri samfélögum síðan mögulega meira sko. Mér finnst eins og sé alltaf svona lenskandóldi hérna reyna alltaf að færa undergroundið þú veist upp gera það sko. einhverjum hætti. Já, kannski ekki endilega að gera það commercial, ég segi ekki að það sé markmiðið til dæmis með Nilo eða Kling og Bang. Nei. En Það er svo stofnanavætt. Nilo í dag. í stofnun sem að listamenn stjórna sjálfur, já. Í svona húsnæði sem að Reykjavíkurborg. Já. Og neðst hérna, Það nýtur opinbera stig. ég borðaði hérna í Marselhúsinu Já. og ég svarið að ég held að hefði verið bara kvenfélagið Kvöt, áhrifakonur í sjálfstæðisflokknum sem að tóku allt. Og ég held að séð hæðstu meðaltekjur á veitingastað á Íslandi í Marselhúsinu. Já, þetta Það er þannig. Ég veit það og þetta er Þarna ætti að vera bara þetta einhver er mikið kantína synd. það sem að sko fátt ekki listamenn getur sko borðað. Þannig að þetta er hluti af þessu, þetta er svona Þetta er hluti af millistéttarvæðing og þetta er eiginlega meira millistéttarvæðing sko, þetta Já, er yfirstéttarvæðing. Þetta hefur gerst á söfnum því miður víða heim sko og til þess að auka sko leigutekjur safnsins. En leikurinn er sá. En það er líka dálítið svona hluti af þessu vandam, kannski svona það við sem að sjá minna af sko listamannareknum, rýmum og fleiri þeimdúr sko er bara þú veist húsnæðisverð og Nilo náttúrulega hefur þú veist misti húsnæði sitt eftir einhverjar ákvarðanir sem voru teknar, vondar ákvarðanir og hefur í rauninni eftir það þú veist verið í rauninni ósjálfstætt á margan hátt. Háð því að finna eitthvað svona sugar daddy sem heldur á lífi. Já, það er bara mjög þú veist, ég hef náttúrulega aldrei verið meðlimur, eða þú veist, aldrei rekið Nilo, ég veit ekki hvernig það er að vera sitt í stjórn, en ég hugsa að það sé svolítið erfitt að láta þetta virka á meðan, kannski á meðan húsið var ennþá bara í eigu Nilo, þá náttúrulega bara gefur það auðan leið að það er auðveldar að gera ýmislegt og þurfur ekki að vera að hugsa alltaf einhverja leigutekjur. Ég held að þetta samlífi í Marselhúsinu, þegar þú hugsar það, að þá er það Nilo og Kling og Bang sem að gefa auðstéttinni sem að borða miklu meira, heldur eins og auðstétt sé að gefa raunverulegt í myndlistina að segja bara takk fyrir og við ætlum að fara eitthvað annað. Þetta er ekki alveg umhverfið fyrir okkur. Nei, það er það ekki og eins og þú segir að þetta væri eðlilegra að þarna væri bara einhver kantína og þú veist, einhverjir dúetar og fósbræðurum að syngja og svona. Til þess bara svipað að vera á Museum of Modern Art sem er mjög fínn matur á ódýru verði sem þetta borðar. En svo kannski er einhvern veginn, kannski er einhver stemming í myndlistinni að breytast, kannski vilja myndlistamenn einhverjir og meira svona krossa sína ég veit það ekki, krossa við þessa stétt, ég veit það ekki. Það getur líka alveg verið, það er allavega ekki verið mikið reiði yfir þessu eða þannig að það er kannski bara öðruvísi landslag. Við erum kannski að reyna að magna með fyrir þetta. En sko myndlistin og listamenn eru í svolítið sérstakri stöðu því að sko það er bóða í rauninni svolítið erfitt að líta á myndlist sem atvinnugrein vegna þess að þetta hefur verið skoðað í Bandaríkjunum og víðar að sko 95% eða meira af þeim sem að segjast fyrst og fremst vera myndlistamenn það sé þeirra starfi í lífinu að vera myndlistamæður, þeir eru að borga með sinni myndlist það er að segja að þeir eru að tekla annar staðar sem þeir nota síðan til að leiga stúdíó og kaupa liti eða hvað sem þeir eru að nota og til þess að ferðast og fylgjast með og fara með sýningar eitthvað og þú veist þetta er sem sagt þetta er ef við lítum á þetta sem stétt eða starfshóp að þá er þetta svolítið einstakt vegna þess að það er ekki nema kannski innan við 5% sem er að ná að hafa
koma út af núlpunti, á núlli, skilur. En ennþá færri sem að hafa einhverja raunverulegar tekjur að þessu. Og ég held að við verðum að hætta að horfa svona mikið á myndlistarmarkaðinn. Því að hann í rauninni svo sára lítill hluti af því sem að myndlistin í rauninni að gera og það sem að gera í myndlist út allan heim. Og þessar óraunverulegu tölur sem í kringum einstaka listamenn og svoleiðis sem að náttúrulega voða spennandi og sér eitthvað verk að fara fyrir $200 milljónir, hvernig getur það verið og eitthvað svona. En það í rauninni algjörlega irrelevant. Það ekki verið að selja listina. Og ekki endilega besta listin eða mikilvægasta listin sem fyrir hæsta verðinu? Nei, alls ekki. Og þetta algjörlega rauninni bara mjög laustengdur afætu heimur á myndlistinni. Og svo auðvitað sumir listamenn sem að ná kannski að hafa svona þokkarlegar tekjur og jafnvel geta keypt sér hús eða eitthvað, Og það eins og fólk gerir. Eins og fólk gerir. Fólk kaupir sér stundum hús. Herðu, Jón og Steinunn, takk fyrir að koma hérna, staldra við, tala út frá sýningu sem að hér í Bólholti 6, þar gluggagalleríið Stétt. Hvet ykkur sem eigi leið þar hjá að stoppa og skoða sýningu Steinunnar Gunnarsdóttur sem að verður einhverja vikur í viðbót. Við höfum ekki ennþá alveg ákveðið framhaldið. Takk aftur. Takk sömuleiðis. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag. Barátta fyrir betra lífi.